Velkomin í Vefforritun 2. Þetta nýtt námskeið. Það sem gerðist núna í vor var það að í samstarfi við deildina þá ákváðum við að skipta upp töl 306 sem var búið að kenna í 4 ár og var orðið svona nokkuð ágætis áfengi þó ég segi sjálfur frá og ákváðum að splitta honum upp í tvennt. Og miklu leit út af því að vefforritun mjög mikilvæg. Vefforritun besta forriturinn og besti skilið sem þið getur lært. Þannig að það náttúrulega alveg frábært að setja það í skildu. Þannig að þá til töl 107 sem núna á fyrsta ári og var kendur núna í fyrsta skipti í haust. Gekk ágætlega og svo núna þessi áfangi kendur í framhaldinu. Ég ekki að það búin að læra hérna hvað HBVAF 403G, hugbúnaverkfræði 403. Veit ekki, þetta bara það sem sagt í uglu og ég bara fylgi því. Þannig að þetta Vefforritun 1 að fókusa eingöngu á framenda, HTML, CSS og JavaScript. Og ég gerir ráð fyrir því að þið séu mjög sleip í því og við munum alveg fara yfir og stoppa á CSS eitthvað dót svona saman. En annars ég ekkert að fara neitt sérstaklega í CSS. Þannig ef þið fáið eitthvað verkefni eða að gera eitthvað og þið þurfa á CSS eitthvað, þá þið svolítið bara að þið þurfa að leita ykkur hjálpar bæði hjá mér, hvort öðru og netinu. Og þið náttúrulega kannist kannski við það að það mjög mikið af efni þarna úti, mjög mikið að þið arfar slæmt. Þannig að þið ættu svona að vera komið smá sens á það, þetta gott ráð eða ekki, 6 ára gömul, Stack Overflow spurning og sem svarið segir, já, notaðu bara jQuery og gera þetta svona. Ekki copy-paste það, finnið eitthvað sem nýlegra. CSS til Profs, veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig lokaprófið verður. Það svona, ég ákvað að hafa lokapróf þó mig hafi langað að sleppa því, en í samstarfi við deildina þá ákvað að hafa 60-40, komið þá inn á það eftir. En þetta fyrsta skipti kennt og ég mun nýta eitthvað efni úr töl 306. Og ég mun setja þetta upp sem rökrétt framhald af Vefforritun 1. Af því á næsta ári þegar ég kenni þetta aftur, þá munu í raun vera að koma krakkar sem voru, eða fólk sem var í fyrsta áskúrsnum í fyrra. Þannig að þá mun ég setja þetta upp þannig að þetta muni vera svona flæða hérna yfir. En það verða rough edges. Námskeiðslýsingin, frá því að ég sett hana upp í vor, seinasta vor þar að segja. Það sem þetta framhald af Vefforritun 1, það sem farið í umhverfi bakendaforritunar í Node.js. Við munum líka að spæta einhverju við það líka. Smíði og tengingar við vefþjónustur og tengingar við gagnagrunna. Framenda forritaswap framework nota til að setja upp framenda. React, Ember, Vue. Og ég svona eiginlega búin að setla á það að við munum fara yfir React og Vue. Öryggismál sem huga þarf því þegar við verkefni unnin. Þetta afskaplega opin og svona general lýsing og ég mun alveg fylla töluvert upp í þarna inn á milli. Verkefni felast í smíði vefja þar sem nýta skal það sem kennt og hæfni viðmið. Þið geta skrifað forrit í bakenda sem hefur samskipti við framenda til að búið til lifandi vef, útbúið og tengt vefi við vefþjónustur og gagnagrunna, skilið útskýrt helstu öryggismál sem snúa að vef, sett upp vef á hýsingu og gert hann aðgengilegan á netinu. Þannig að þetta ekkert afskaplega svona, það rosalega, það hægt að túlka þetta á alls konar hátt, þessi hæfni viðmið. Og ég mun kannski svona fara fyrir frjálslega með það. Gróf kennsluáætlun, það að við munum fara í bakendadót í 4 vikur. Við munum byrja Node og Express, taka testing, gagnagrunna, bæði einhverja relational grunna og einhverja svona NoSQL, document-based grunna, líklega sem munum taka Postgres eða MySQL og Redis, auðkenningu og notendaumsjón, bæði þá bara byggja þetta svona frá grunni eitthvað sem væri ekki production ready líklegast, yfir í það að nota eitthvað svona eins og fyrir Node Passport library sem mikið notað og tengja við til með þessu auðkenningunni hjá Google eða Twitter eða Facebook til þess að fá einhverja leið til þess að tengjast við það til þess að fá upplýsingar notendur og öryggi svona þegar við erum að vinna þetta því að það náttúrulega að ýmsu að huga. Og eitthvað annað umhverfi Node.js. Þetta svona to be determined. Síðan veit ég ekki alveg hvort að þetta verið sér einhver ein vika þarna eða hvort ég svona
dreifið þessu inn á þessar og lengi þá bara þessar 4 vikur hérna ofan. En tökum vefþjóna og rekstur, þá þetta fyrir ykkur sem voru hérna fyrir ári síðan, þá munum við halda áfram með Heroku, af því að Heroku fáránlega einfalt til þess að setja upp rekstrarkerfi miðað við svona hérna fyrir nokkrum árum síðan og jafnvel nýta okkur líka AWS sem að Heroku byggir ofan á til þess að setja upp okkar eigin projekt þar í svona meira nálagt jafninu og svona logging og monitoring, svona hvað þurfum við að gera þegar við komum með einhvern vef í rekstri sem að tengjast einhverju gagnagrunni, svo fyrir gagnagrunni niður, hvernig vitum við það, hvernig bregðumst við við, hvað gerist hérna þegar að koma notendur og segja allt sé brotið og hvernig virkar það svona. Og inn í það kannski einhverja svona DevOps pælingar, automatic deployment, það að við séum að keyra þetta alltaf Git, gerum bara einhver skipun, committum einhverju kóða og það fer í einhverju pipeline sem bara keyrir einhver test, keyrir eitthvað í þetta hitt og deployir síðan út á einhvern vef. Þannig að alveg svona eins og best að setja þetta upp í dag. Síðan taka vefþjónustur og þá fara dýpra ofan í HTTP og REST en við höfum gert, eða þið hafið séð. Skoðaði SOAP, gamla góða SOAP, aðeins að nefna það. Ég held samt að það sé eiginlega alveg dautt. Ég á eftir að tjekka hvernig lífið í því. Og hugsanlega GraphQL sem nýja heita stuffið sem allir cool krakkarnir nota. Og það alltaf aftur að nota eitthvað annað umhverfi en Node.js, en nota Node.js sem svona grunn af því að við verðum búin að forrita það mikið í JavaScript að við verðum mjög kunnug því og mjög svona bara þjálfuð í því. Þannig að ég get sagt einhverja hluti og þið viti hvað ég að tala um. Ég þarf ekki að fara að kynna einhver ný hugtök og segja hvernig þetta virkar í þessu forritunarmáli og svona, en taka sér eitthvað annað. Og síðan enda á framenda, þar sem við höfum taka React sem svona React-legt, nota sama API og React notar, en ekki eins og risastórt og React og Vue, sem svona Vue með syntax sem svipar til Angular, þar sem við erum með HTML element sem við erum að festa á einhver custom attribute sem Vue tekur síðan og gerir eitthvað magic við. Og Vue svona, það mesta svona virkni, eða svona það með mesta momentum með bak við sem núna. Það svona rísandi stjarnan í þessum framenda heimi. En það líka önnur svona umhverfið þarna sem að gætum skoða eins og Ember eða Polymer sem kemur svo inn á Web Components sem svona tækni sem að koma þar sem við getum farið að byggja úr þessum komponentum sem notaðir í React og Vue. En þetta allt mjög skemmtilegt og React í raun það sem ég búin að vera að vinna við bara dagsdaglega núna í 1,5 ár eða vera 2 ár. Þannig að ég ætti að geta kennt ykkur eitthvað í því. Samskipti, ég ætla að halda hérna uppi þó svo að það gengir afskaplega illa á seinustu önn af því að RHI hýsingin var bara að fara niður, happa glappa, þannig að ég ætla að skoða verkefnalýsingu. Hún ekki aðgengileg. Hvað ég að gera þá? Ég bara að setja hann upp hérna. Þannig að ég ætla að vera með eitthvað plan B, en ég set samt inn alla tilkynningar sem að skipta ykkur máli í gegnum Uglu, þannig að þá berist þau á HI-netfenginu ykkar. Síðan ætlum við að nota Slack eins og við vorum að nota í vefforritun 1. Það gekk bara frekar vel. Mér finnst það mjög þægilegt af því að það aftur eitthvað sem ég að nota bara dagsdaglega og ég miklu fljótari að svara einhverju lítilli spurningu þar en að fara að opna tölvupóst og íta á reply og hugsa svar og segja kveðja Óli eitthvað svona, þú veist. Þannig að þetta svona miklu, þetta óformlegra en þið fáið líka miklu hraðari og greiðari aðgang að mér þarna. Og þetta í skýinu, þannig að það ætti vonandi að haldast uppi nema þegar að gera það ekki eins og í fyrradag þegar Slack fór niður og þá hætti allir að geta unnið allstaðar í heiminum í teknikgeranum. Þið getið skráð ykkur með @hi.is-netfangi inn á webforritun.slack.com. Einhver ykkar nú þegar þannig. Og svo getið þið sótt ykkur í raun client fyrir Windows eða Mac og símum og öllu því. Og þá við í raun hérna með General Rás, alveg hellingur að liði hérna inni frá því í webforritun 1. Og ég búinn að arkafa hérna þessu gamla dóti
og setja hérna upp í raun nýja rásir þar sem þið getið postað ykkur inn hérna eða eitthvað í varðandi fyrirlestra og síðan varðandi verkefni og svo getið þið fundið mig hérna og sagt eitthvað um mig, þannig að þá svara ég ykkur. General rásin hérna í raun bara ég get postað, þannig þannig að setja inn ef það eitthvað sem þarf að koma fram. Það gekk svona, veit ekki alveg, og random eitthvað svona bara svona alls konar. Það sem var rosa mikið af ykkur og þið sjáuð ennþá það sem í raun frá því í Web41, en ég vona að þetta verði ekkert eitthvað, truflingur ekki eitthvað, en ég svona, mér eiginlega alveg sama allt sem ég að gera, ég er bara allt public, þannig að þetta bara, þið getið séð hvað sem ég að gera og það bara jákvætt held ég. En síðan eru í raun eldri námskeið sem eru líka aðgengileg, þannig að ég ekkert eitthvað að fjarlæga þau, þið getið skoðað þau. Það eitthvað efni hérna, 2015 fórum við til dæmis betur í REST eða 2014 en við gerðum 2016, 2017 fórum við miklu betur í CSS og hérna aðeins öðruvísi svona yfirferðinni við framhenda í áskrift, þannig að ef þið viljið rifja upp þá þar allt efni í boði. Fyrirlestarnir verða hér, þessi stofa ágæt. Ég veit ekki, ég held að ég reyndi það í fyrra, það ekki hægt að opna gluggana hérna og við erum þetta 3 fyrirlestrar í röð og ég gleymi mér oft, þá getur þetta orðið skelfilegt, þar sem allir fara að sofna og ég ætla ekki, ég ljá ykkur það ekki, en þið megið endilega það eitthvað sem ég þarf að vanda mig við að fylgjast með klukkunni, þannig að þegar það komið 40 mínútur þá getur það svona, hei, við erum standa upp, við erum að drepast hérna og eins og ég að gera núna þá ætla ég að taka allt upp og það hefur ekki ennþá klikkað á mig nema einu sinni á 3 árum eða 4 árum núna sem ég er búin að vera að taka allt upp, það var einu sinni klikkað. Það var þetta því að tölvan mín var batterislaus og það var bara kjánaskapur í mér og setja sér inn á YouTube eins rætt og ég get. En já, eins og ég sagði. Og þannig að ég sé fyrir mér að halda ekki jafn svona intensive fyrirlestur sem ég var með í hérna Web41 þar sem ég var eiginlega í 12 vikur, einu sinni í viku að tala í 340 mínútur og það var bara, ég var alltaf bara mjög skrítin í hausnum eftir það og mjög erfitt að koma að hjálpa einhverjum og vera bara eitthvað svona eins og eitthvað, já ég veit ekki. Og þannig að ég sé fyrir mér að vera með svona undirbúa svona 1,5-2 fyrirlestra með einhverju svona efni eins og ég hef gert og vera svo með eitthvað í bland. Og þá geta það verið einhverjar umræður, þannig að ég ætla alltaf að gera tilraun með það núna í næsta tíma. Aðstoð þegar það einhver verkefni eða að taka einhver svona dæmi. Þannig að ég búinn að undirbúa eitthvað stærra fordæmi eða eitthvað svona bara eitthvað sem okkur dettur í hug og við bara svona göngum í gegn það. Byrjum bara með tómt skjal og bara eitthvað, hei, okkur langar að leysa þetta verkefni, hvernig myndum við byrja? Og þá verður þetta bara voða mikið svona eitthvað, sjáu þið hvað þetta ekki mikill galdur, þetta bara eitthvað svona, virkar þetta núna? Virkar þetta núna? Virkar þetta núna? Þetta virkar, ok, næsti, ég braut allt, hvað gerir ég nú? Og eitthvað svona, þannig að, og já, en svo endilega, þið megið komið með tillögur, þið getið heyrt í mér bara á einhverjum af þessum stöðum og láta mig vita hvað að ganga illa, hvað haldið myndi ganga betur og svo framvegis. Dæmatímar, það ekki ennþá komnir dæmatímar kennarar, af því þetta svona skrítið, þetta kennt í fyrsta skipti, ekki margir sem sóttu þannig að við erum að vinna í því og ég mun setja þetta inn á Uglu, skiptingu og þetta hefur verið þessu semstu 2 ár. Við reynum að jafndreifa þessu yfir dæmatímakennarana, þeir verða líklega 3 og hérna, ef þið viljið skipta þá reynum við að kommenta þetta en við þurfum líka að hafa þetta þannig að þessi jafnt lót og öllu. Já, við notum það allir að grunn sýta ykkur í hópa en síðan ef þið viljið skipta, ef þið eruð ósátt við það að vera í þessum hópa en hinum. Já, það einmitt eitthvað sem ég ætla líka að skoða þetta hérna nýju dót í Uglunni, þegar ég skoða þetta fyrir einhvern 3 árum þá var það ekki nógu gott, en ég var að skoða núna eftir að verkefna innskilin og mér tókst að klúðra skráningu á einhvernum af því að ég var með þetta bara í einhverjum skjölum hér og þar og þetta var skelfilegt að prófa að nota Uglu. Þannig að ég sendi línu á Ebba eftir og sé hvort hún geti bent mér eitthvað í rétt átt. Verkefni, þau verða áfram eins og þau hafa verið að ég tek bara eitthvað sem ég hef gert og svona sníða að einhverju
og reyna að gera eitthvað svona skemmtilegt og eins og þau kannski kannast við þá geta þau verið frekar tímafrek en þetta langbesta leiðin til þess að læra og þetta neyðir ykkur til þess að gera það sem þarf að gera til þess að verða góðir foreldrar. Það er að forrita og lenda á veggjum og bara, já, og bara, þú veist, klára verkefnið. Þið fáið alltaf svona hvað er metið í verkefninu. Þá er gott að skoða hvað er mest stærsti parturinn af verkefninu og klára hann fyrst í staðan fyrir að vera að fæstast í einhverju sem að tekur er bara 5% eitthvað slags. Við ætlum að hafa 8 verkefni, 6 minni sem ég set fyrir og kynni í fyrirlestri og skila þá cirka 2 vikum seinna og 5 bestu gilda 6%, þannig að þetta verða frekar stór verkefni en fáið 2 vikur og ég er svona eftir, ég var búinn að trappa mig svo rosalega mikið niður, fannst mér, setti fyrir verkefni sem voru síðan stór og mikil og erfið. Þá grátur og grísum tanna fyrir jól, en þannig að kannski verið fyrsta verkefni einfalt, svo þyngist það eitthvað, þannig að ég reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Það er því megi ræða saman og finna út úr svona einhverjum pörtum, en skrifið ykkar eigin lausn. Ef þið lendið í vandræðum, ef það kemur eitthvað upp, þá er miklu betra að tala við mig eða dæmitómakennara og fá frest eða bara einhver sér úrræði, ekki fá bara eitthvað daginn fyrir skil, copy-pasta og breyta breytunöfnum og setja einhver random comment og svona. Það sést mjög greinilega þegar þið gera það og ég treysti því verandi komin á þetta stig að þið varð ekki að standa ykkur svoleiðis rugli. Og það er mun betra að koma daginn fyrir en daginn eftir og biðja frest. En daginn eftir þá er mjög erfitt að veita frest. Og svo stærri verkefni sem að verða þá 15% hvort og það verða þá hópaverkefni fyrra núna í febrúar þegar við verðum að vinna í vefþjónustum og þá hefur ég séð fyrir mér að þið setjið upp einhverja vefþjónustu sem að gera eitthvað brilljant og verðum með auðkenningu og eitthvað svona og gera eitthvað og síðan komið seinna verkefni þegar við erum farin að vinna með framendadótið og þá við erum sníðið einhvern framenda ofan á þessa vefþjónustu sem þið gerðið í fyrirpartinu. Þannig að þá er þetta eitthvað sem er gott að hafa í huga í byrjun fyrsta verkefnisins að þetta muni vera svona lengra verkefni sem að muni ná yfir allt missirið. Og í fyrra var ég með, í Vegfortun 1 var ég með forskrift að stærri verkefnunum en áður fyrir hafði ég alltaf í raun 1 lokaverkefni þar sem það var alveg opið. Mér finnst það í raun skemmtilegra því að það kom upp miklu fjölbreyttari hugmyndir og þið náttúrulega fáið þá að láta ykkar kreatíft vinnu í þetta og þetta verður meira ykkar sko. Þannig að hafið þið eitthvað svona í fljótu bragði þegar þið heyrið þetta hérna? Hafið þið eitthvað preference? Forskrift, já, það gæti verið, ég hef yfirleitt gert það þannig að þá er það er ykkur hugmyndir, 3-4 hugmyndir sem að getið unnið út frá en svo hafið þið opið að gera eitthvað annað sko. Það er eitthvað gott að hafa eitthvað grunnhugmynd hvað þetta að gera? Já, það verður alltaf hvað þið þurfið að ná, þið þurfið að vera með einhverja auðkenningu og einhverja notenda umsjón og þið þurfið að uppfella hérna, þetta þarf að nota ááð til þess að auðkenna eitthvað leys. Það verður að vera public partur af vefþjónustunni og læstur partur af vefþjónustunni og eitthvað svona, en efnið sjálft sem þið notið, hvort sem að það er eitthvað, ég finn eitthvað, gerið hérna eitthvað vídeóþjónustu, eitthvað, að þegar ég er skelfilegur í að finna svona hugmyndir, en ég get alveg fundið þær eru bara ekki alltaf skemmtilegastar. Þið eru kannski með einhverja geðgóða hugmynd og þá getið þið svona fengið besta á báðum heimum. Þið getið klára verkefni og unnið í einhverju sem þið hafa áhuga og hefði ég alltaf að gera í sumar eða meðfram með eitthvað. Ok, þannig að þá samtals verður þetta verkefnahluti gildir 60% og lokaprófi gildir 40% og ná verður bæði verkefna og verkefnahlutunum og lokaprófi með lágmarki 5. Lokaprófið veit ekki hvernig það verður. Ég finnst próf sem slík, ég skil af hverju, en mér finnst alveg sem ég finnst fyrirlestrar, ég skil af hverju fyrirlestrar eru, en fyrirlestrarformið finnst mér glatað, mér finnst þetta ekki besta leiðin til að koma frá mér upplýsingum, en ég veit bara ekkert betra.
sem að, þannig að ég er að spá í hvernig lokaprófið verður. Já, það má alveg skoða. Já, ég er opinn fyrir öllu. Og ef það eru einhverjir kennarar sem ykkur finnst gera þetta vel, þá með ég endilega benda mér á viðkomandi og ég get heyrt í þeim. Ég tala við Pál og Kristján og Hjálmtý aðalega, sko, og fengi svona einhverju, hvernig þeir að gera þetta. Dáist að Hjálmtý að nenna, þessi verkefni, ég ætlaði að gera þetta, ég var bara eitthvað, það er bara ekki séns að ég hafi tíma til þess að gera þetta, því að þetta er brjálæðislega mikil vinna og þetta er, ég skil þetta og þetta er alveg geðveikt, næs að hafa þetta. En já. Já. Já, það er rétt, sko, en mér hugnast þetta ekki þetta að vera eitthvað pikk ykkur atriði og eitthvað svona, hei, hvað þýðir þetta, hvað er þetta? Þannig að ég hefði hugsað mér jafnvel að lokaprófið yrði meira að einhverjum svona pælingum, einhverjum svona ritgerðarspurningar sem eru bara eitthvað konsept sem við erum búin að vinna mikið með, þar sem þið eru bara að ræða einhvern ákveðin part af þeim og þá er þetta meira svona, en það er ekki sanngjarnt fyrir alla því það er ekki allir góður í að skrifa og það er ekki allir góður í að skrifa í lokaprófið því það er líka ekki skemmtilegt, þannig að ég veit ekki alveg, ég er svona, þetta er að malla í hausnum á mér. Mæting, engin skyldumæting eins og alltaf, en það hefur alveg sýnt sig að þau eitthvað sem að mæta og ég þekki ykkur svona, ég veit hverju eru að þau spurja mig og svona, það er yfirleitt þeir sem gengur best, þannig ég mæli með því. Og eitt af því sem að ég sé mest eftir í mínu námi að hafa alltaf verið gaurinn sem satt alltaf aftast, fyrstur inn, fyrstur út og gera aldrei neitt nema bara absolutt minimum til þess að komast í gegn. En já, ekki meira en það. Herri, ég sendi síðan á okkur könnun og cirka helmingur svaraði. Ég sá fyrir mér að þetta yrði bara kósí með bara cirka 40 nemendur sem var í byrjun, en við erum komin yfir 100 nemendur núna, þannig að það svöruðu cirka 50 af 100 og cirka helmingur ykkar er að koma úr vegfarandurinn 1 sem gerir það ráð fyrir að þið hefur verið að taka vegfarandurinn 1 sem annarsásnemar og séu núna að taka á seinna misseri á öðru ári, kannski einhver sem voru í 3. ári, en út af því náttúrulega hún breyttist vegfarandurinn og svo er restin af ykkur klárað 2016, þannig að þá eru þið á 3. misseri. Eru mörg ykkur að útskrifast í vor? Ha? 3. ári, já, sorry. Þetta er örugglega allt. 3. ári, já, ekki 3. misseri, 7. misseri, 8. misseri, 7. misseri. Ég byrjaði að verða skrýtir í hausnum en já, þannig eins og ég sagði þaðan, þið munum sjá eitthvað sem var í þessum áfanga, en við munum fara að taka eitthvað betri tími í þetta og vonandi svona covera þetta betur. En svona, ég setti upp einhver svona hugmyndir, 70% okkar, það mátti velja margt, þess vegna sumir þetta ekki upp í 100%. Að hafa fyrirlestur pluss eitthvað stærra kóðadæmi, það hugnaðist mörgum. Einhverja blöndu af því sem ég lagði til, 3 fyrirlestur í röð, guð minn almáttugur, fyrirlestur með umræðum, þar sem þið lofið að vera áhugasöm, þið eru það mörg að þetta verður eitthvað. Og svo setti ég niður, ég er búinn að vera að safna mér og ég er bara með svona lista af svona hugtökum og eitthvað svona, ég myndi verði vandræði með að finna efni en það er náttúrulega alltaf, þetta er bara svo ótrúlega mikið að gerast í þessum bransa og svo ótrúlega mikið af hlutum sem þetta fari yfir og ég var komin upp í ykkur 80-90 konsept og tól og eitthvað svona og bara eitthvað, hvernig hafi komið sér fyrir á 14 vikum, þetta gengur aldrei, þetta verður bara skellilegt. Þannig að ég bæði svona til að sjá hvað þið hefði heyrt og í raun hafið áhuga á, þá setti ég inn svona 40-50 hugtök og það var alls ekkert þið áttuð ekki að þekkja neitt af þessu frekar en eitthvað annað en ég síðan fór yfir og bara svona rankaði þetta eftir því sem var og mestur áhugi var fyrir React sem er í raun bara passar mjög vel við bransan og kannanir sem eru á Facebook-grúppum foreldrar á Íslandi og eitthvað svona að það er 90% af öllum þeim sem eru að vinna í vef á Íslandi eru að nota React og restin er föst í einhverju legacy-dóti sem enginn veit vinna í hvað sem er. Síðan var Node og kom mér mjög óvart hvað Python og Django
rankaði hátt? Er það af því að þið búin að nota Python mikið? Ég veit að það var einhver áfangi sem var kendur fyrir 3 árum sem var rosa mikið Python. Það komið rosa margir sem voru rosa mikið svona Python áhuga fólk, en svo minnkaði það. En hvað hérna? Stærðfræði og reiknifræði, já. Já, ok, og ykkur hugnast vel að forrita í Python? Já. Ég hef aldrei svona professionally unnið í Python, þannig að hérna, ég er búin að tala samt við félaga minn sem er búin að vera að vinna mikið í þessu og hann svona benti mér á hvað var best, sko. Hann sagði að Django, það er ekki margir sem er að vinna, svona, það er svona eins og jQuery í Python heiminum. Nú er allir að nota... Hæ? Jú, ég man eftir því þegar Django var sko heitasta dótið þá 2004, þegar það kom út, sko. Þá var það hefur rosalega lítið breyst, sko, svona, þú veist, Django síðan og Django admin-umhverfi hefur rosalega lítið breyst síðan þá. En hugtökin sem Django kom með, eins og það að geta auðveldlega skaffoldað upp bara einhverju applicationu, bara með því að skrifa eitthvað hérna, skilgreina eitthvað á módel sem segir til hei, ég vil töflu sem er svona, 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 ég vil með notendu og tengjast svona og svo bara keyra eitthvað skrift og það bara var allt tilbúið, það var geðveikt, sko, og það eru rosalega margir búin að herma eftir því núna, en hérna, já, ég hef unnið verkefni með Django og það er ekki uppáhaldið mitt. Angular, það eru nokkur verkefni sem það var alltaf mjög heitt hérna, þetta er svolítið svona, trendið í þessu er að það er eitthvað svona geðveikt nýtt dót sem allir vilja leika við og allir vilja prófa og allir vilja gera ný verkefni og svo fyrir það í vinnuna og bara með því að vera nógu mikið að bugga yfirmenn sína og verkefnastjóra og eitthvað svona, þá fær það að gera eitthvað verkefni og svo svona búin að vinna í 4 mánuði eitthvað, þá er svona, það kom eitthvað nýtt, þetta er hægt að vera skemmtilegt. Og það eru nokkuð svoleiðis verkefni ennþá, inn í bönkunum, inn í fjármálageiranum veit ég, það eru nokkuð svona sem eru með mikið af Angular og sorglegt að það er hérna, Angular, það var Angular 1.5 sem var mjög töff og mjög svona, leysti mjög mörg vandamál á mjög sniðugan máta þegar að koma út. En svo gerði í raun fólki sem að sér Angular herfileg mistök með því að segja við ætlum að gefa út Angular 2 og það verður ekki backwards compatible. Þannig ef þið eru með Angular 1.5 application sem að þið eru búin að vera að vinna í og við held ekki 2 ára eitthvað, þá verður þið bara endurskrifa í Angular 2. Það er náttúrulega bara svona drap rosalega mikið svona traustið á því að vera að nota þetta. Ég hefði ekki fílað það ef ég hefði verið með eitthvað svona. Og þess vegna svona mikið af gömlum Angular 1.5 verkefnum og núna er Angular búið að breyta einhvern veginn hvernig það er að keyra og ég held að það sé komið Angular 5 núna eða eitthvað. En já, það er heldur ekki, það er ekki uppáhaldið mitt. Ég er hrifnari af React eða Vue. En já, svo kom öryggi og REST. Og REST er alltaf mjög svona svolítið buzzwordy orð yfir svona vefþjónustur, svona restful vefþjónustur, eitthvað svona. En við myndum aðeins skoða svona pedantically svona hvað er REST og af hverju eru allar vefþjónustur sem kalla sig REST ekki REST og svona. En nei, REST með stórum stöðum, já. Ok, það gæti útskýrt eitthvað hérna, en hérna REST er svona Representational State Transfer, sem er hugtak það hvernig við smíðum vefþjónustur. Minnstur áhugi, microservices, þetta var, ég reyndi að hérna, normalisera fyrir því hverju kannast ekki við, hef ekki áhuga möguleikunum, sko, en þetta var samt þarna, WebRTC, microservices er þegar við erum að búa til umhverfið okkar, produktið okkar sem mjög mikið af litlum þjónustum. Eina þjónustu sem sér auðkynningu, eina þjónustu sem sér að setja pantanir, eina þjónustu sem sér að fletta upp notendum. Og við splittum þessu öllu upp og andstæðan við microservices er monolith, sem þá öll virknin í kerfinu okkar í einni application. Nei, en þetta er einmitt svona hugbúna verkfræðileg koncept, sko, hvernig er best að struktúra verkefnin. Og svo WebRTC, sem er hérna, RTC er communication eitthvað, sem er allavega að mynda peer-to-peer samskipti í gegnum vefinn. Þannig að ég fer á einhver vefsíðu, þið farið á einhver vefsíðu
í staðan fyrir það að hafa einhvern bakenda sem er að hérna, miðla skilabónum á milli okkar, þá opnum við peer-to-peer samskipti okkar á milli. Og þetta í raun svona frekar cutting edge og svona demo sem alltaf nota svona eitthvað chat for it eitthvað svona. En þetta samt, það búið að útfæra hérna leiki sem að nota WebRTC til þess að í raun streama einhverjum part af upplýsingunum á milli eða torrent client sem keyrir algjörlega á vef og svona. Það mjög mikið áhugavert þarna. POP það var mjög nýðalega og ég svona POP var fyrsta fornmáli sem ég lærði. Sleit barnaskónum í POP, fór í gegnum þetta svona face, POP frábært, POP ömulegt, þetta enginn út af POP og núna ég bara svona, POP bara annað tól sem er fínt að kunna. Þú veist mest hataða máli á rett. Já, það er mjög auðvelt, ég hataði Java meira en POP sko, fuck Java, nei. En hérna, eftir Java 8 kom, þá var það miklu betra. En hérna, og SQL Alchemy sem er svona tól fyrir Python til þess að hafa samskipti í gagnagrunna. Og svo minnstur áhuga af öllu var á WordPress sem var alveg svona ég er búinn að vera núna senast 2 mánuði að vinna í 2 WordPress verkefnum og ég er bara svona endur uppgöta WordPress bara eitthvað þetta er alls ekki slæmt. POP er ekkert svo slæmt. Það er að gera alls konar hluti. Það er ógeðslega mikið til af upplýsingum allt í POP. Ógeðslega mikið af drastupplýsingum en þú veist það er ógeðslega einfalt að leysa eiginlega öll verkefni sem tengist einhverjum svona einföldum vefjum í WordPress. Þannig að WordPress, ég er svona það er fínt sko. Frameworks eins og hvaða framework? Við förum í framenda framework og bakenda framework, þú veist, eins og Django eða Express fyrir Node. Já, það er hérna, þetta er svona loose term sko, hvað er framework, hvað er library, hvað er plattform og svona. En við munum snert á ýmsu. WordPress kannski á að sé eins og easy way out, þegar maður forrindari í verkefni. Já, en þegar maður fer að vinna verkefni með alvöru kunnum sem eru með alvöru þarfir og ekki mikið af peningum, þá er WordPress oft mjög góð lausn. Það er mjög gott að hafa það svona upp í í tólakistunni sko. Geta, ég er ekki að fara að custom smíða fyrir þig CMS-kerfi með öllu fínasta í þessu og þessu hérna, en þú veist, við getum reddað þessu með WordPress á nokkrum dögum. En mest þekkt, öryggi, Python, Django, Node, Express og React. Og React er mest þekkt af þessu öllu saman. Og minnst þekkt PWAs, sem er Progressive Web Apps, sem er mjög skemmtilegur partur af svona, það sem er að gera í framenda-dótinu. Þá getum við búið til vefi sem að þetta installa sem svona app innan gæsalappa á síma og fáið svona, ef þið séð þeir að brása eitthvað á Chrome aðalega, þá fáið við svona add to home screen taka neðst. Þið fáum svona offline virkni, þannig að við getum búið til vefi sem að við opnum í fyrsta skipti, þeir downloada einhverjum ákveðnum assetum sem við þurfum og svo getið þið nota vefinn í raun án þess að vera með net eða vera með lélegt net og mjög töff og skemmtilegt. Nginx, þetta er í raun svona til þess að hýsa vefi. SQL Alchemy aftur Service Worker sem er partur af PWAs til þess að veita offline virkni og WebRTC. En ég er svona, mér langar til að taka einhverja svona í lokin ef við höfum tíma sem við örugglega höfum ekki og fara eitthvað svona aðeins í þetta dót sem er að svona nýtt í framenda vefsins og þá vefsins verandi svona það sem er staðlað og það sem er keyrt áfram af W3C og Watt working group. Þetta er eitthvað sem er ekki eitthvað svona búið til að Facebook eða búið til að Google. Þetta er eitthvað sem er actually staðlað. Já, við skoðum síðan hérna aðeins þegar við fórum GitHub er niðri. Þá getur enginn í heiminum unnið núna. Það er verst ef GitHub er niðri. Það er vont ef Slack er niðri og það er svona allt í lagi ef Twitter er niðri, þú veist. Þetta er það versta, sko. Þá fyrir við status github.com investigating reports
Ok, gerum við svona. Þetta svona var sett upp svona einhver hópur af fólki sem tók sig saman og sett upp svona hei, við erum með hérna eitthvað fyrir frontend. Það er, þú veist, eitthvað hérna HTML, CSS og JavaScript, grunnurinn og öllu. Og svo kemur inn í það Flexbox og allt dótið sem maður notar á framendadótinu, SAS og Babel og eitthvað svona. Og svo er þetta fyrir bakenda, svona hvað er þetta að gera. Og þá er þetta svona þessi helstu svona umhverfi, það er Ruby. Og ef við fyrir í Ruby þá notum við yfirleitt Ruby on Rails til þess að búa til svona bakendadót. Og fyrir testing, RSpec og fyrir package manager Ruby Gems. Og svo er þetta í raun öll þessi umhverfi hafa sitt. Python hefur pip, Unitest eða PyUnit og Django og svo Flask eða Bottle hér. Async sem ég veit ekki alveg hvað er, það er eitthvað hana POP, POP 7 og það er miklu betur en POP 3. Ja. Það er náttúrulega Composer, það er náttúrulega POP Unit, Laravel sem er svona stærsta frameworkið í POP heiminum til þess að búa til og bootstrap einhverjum svona stórum projektum. Og svo svona önnur eins og C# og .NET. C#, hafið þið eitthvað forritað í C#? C# er afskaplega fínt forritunarmál. .NET ekki alveg jafn skemmtilegt kannski hérna framework, rosalega stórt og mikið svona eitthvað. En Microsoft alveg að standa sig afskaplega vel í því að gera þetta allt aðgengilegt á hérna öllum umhverfum, Linux og Mac. Og C# forritunarmál sem ég vann í 6 ár og bara eitt af mínum uppáhalds forritunarmálum og mjög mikil svona framþróun í því. Og svo hérna Java sem er með Grails og Spring og Play frameworkið sem er þetta að vinna í, aldrei unnið í því en eru þú veist, stóra sjoppur hérna heima eins og Hugsmiðjan notar Java mikið og meðan eins og Advania notar C# og .NET mjög mikið. Síðan svona ef maður vill vera mjög svona alveg á hnífsblaðinu þá fer maður í Go. Þar er rosa mikið að vera. Og svo er hérna web server, RESTful APIs, authentication og svona einhver svona hugtök. Þannig að þetta er rosalega mikið. Það er rosalega stórt og mikið. Enda eftir að þetta var uppfært núna fyrir 2018 þá kom hérna Vitalis sem stofnaði Smashing Magazine og tweetaði þessari mynd og sagði bara eitthvað, er þetta í alvörunni það sem þarf að gera árið 2018 til þess að komast inn í vefforritun? Af hverju erum við ekki bara að segja fólki þið þurfum bara HTML, CSS og JavaScript? Af því að þú veist, við komumst mjög langt bara með HTML, CSS og JavaScript en svo þurfum við að fara að vinna alls konar verkefni þá verður þetta flókið og maður þarf að gera alls konar. Þannig að eftir þessa 2 áfangar hérna eru þið vonandi undirbúin undir sem flest í þessum brjálaða heimi vefforritunarinnar. En að lokum Git. Við ætlum að vera afskaplega duglega að nota Git. Ég allavega ætla að vera mjög duglegur að nota Git og ég mælist til þess ég legg það til að þið notið það svona almennt bara fyrir að vinna verkefni, checkin kóðun ykkar, rosalega góður vani til þess að byggja upp. Og svo í þessum stærri verkefnum þá verðum við í raun þá notum við GitHub eða eitthvað álíka, þið getur notað Bitbucket eða finna eitthvað annað. Og ég sem sagt fekk hann Árni Ingi Jóhannesson sem var í kursnum mínum hérna fyrir mörgum árum síðan. Hann hafði stofnað vefforritun sem organisation, ég veit ekki fyrir mistök eða eitthvað. Það var alltaf ekkert að gerast á GitHub en hann leiði mér að fá það. Þannig að ég nýti mér það og er búinn að setja eins og kennsluefnið sem er komið fyrir þennan kurs og mun halda því áfram. Þannig að þið getið séð í raun breytingarnar og lagfæringarnar og allt það sem ég ætla að vera að gera þar. Og verkefnin og svona. Og GitHub komið upp. Yay, GitHub. Þannig að hér er í raun, ég er búinn að setja inn það sem að ég er svona sourcin að verkefni, að námskeiðinu og þá eins og allir fyrirlesturarnir eru hérna og þá eru við svona self-referential hérna, og skoðum hérna glæruna sem að ég autogenerataði með einhverju bildóti til að sýna ykkur en þarna er sourcin og þetta er allt, ég skrifi þetta allt í Markdown þannig að þetta er allt svona og hérna síðan líka dæmin fyrir fyrirlesturna þannig að í staðinn fyrir það að þið þurfa að fara eitthvað opna 7 skjöl
og Vista og eitthvað eða copy-paste eða eitthvað, þá getið þið raun bara klóna þetta repo, pulla þegar ég búinn að setja inn í dæmi og þá getið þið bara farið þarna afrita dæmin beint og það heldur sé miklu þægilegra en að vera brasa með þetta sem ég er búinn að vera að gera áður. Og svo setja ég upp eitthvað hérna, þetta er bara svona work in progress. Setja inn vídeón líka hér og eitthvað svona. Og jafnvel getum við síðan bara ég get búið til eitthvað bildkerfi sem bara gerir þetta fyrir hérna fyrir það sem er á notendasvæðinu hjá mér líka. Þannig ég bara er með þetta á 2 stöðum og það er bara ekkert mál. Og ef að þið hafið ekki notað Git eða eruð eitthvað, þá fórum við ágætlega yfir það núna í Webfortune 1. Það er sérst fyrirlestur hér og í raun vísun í ProGit sem við fórum yfir nokkra kafla úr og vídeo hérna. Þannig að ég mæli með því að gera það. Það eru svona nokkur grunnhugtök í Git sem eru svo gott að sjá og lenda svo í og kannski rifja upp aftur og þá skilur maður þau. Það tekur smá tíma. En já, þetta er ekki bara fínt fyrir kynningu af þessu. Þannig að við ekki taka núna til 10 mínútur í og kíkja þá á þessa nót.